Gleðilegan hvíldardag, kæru vinnir og velkomin. Feliz sábado, queridos amigos, y bienvenidos. Happy Sabbath, dear friends. Welcome. Við skulum hefja þessa stund með því að vera með bæn. Kæri Faðir, við viljum leggja þessa stund í þínar hendur. Við þökkum þér fyrir sólina sem skín og fyrir þennan dásamlega dag sem þú hefur gefið okkur, hvíldardaginn. Ég bið að vera hér mitt á meðal okkar í Jesú nafni. Amen. Við skulum syngja núna sálmi númer 58, Guð hæst á himnum ríkir. 58. Nú skulum við syngja sálm númer 348, Ég vil fylgja frelsaranum. Amen.
Ég ætla að lesa núna úr 2 Pétursbrefi, 3. kapla og 4. versi. Vamos a leer el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. We are going to read from 2 Peter, chapter 3, verse 4. Við skulum að rísa á fætur og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitinu komi hans? Því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Skulum biðja. Já, drottinn minn, við vitum að þín koma skjót og við bíðum þess með eftirvæntingu að þú komir. Við þökkum þér fyrir að þú hefur farið á krossin fyrir okkur, vilja deyja fyrir okkur og við viljum fá að hvíla í þér. Og við viljum fagna í þér. Þú ert sigurvegarinn, drottinn minn. Ég bið þig að hjálpa okkur að feta í þíns fótspor, vera eins og þú. Taka upp krossin og fylgja þér. Viltu hjálpa okkur, drottinn, að bera út þennan fagnaða boðskap til alls heimsins. Viltu blessa kirkjun okkar hér á Íslandi og út allan heim og gefa við virkilega sinnu því hlutverki sem þú hefur ætlað okkur að sinna. Ég bið fyrir þessari stund hér og ég bið fyrir ræðumanninum. Vilt þú, drottinn minn, tala til okkar með þínum heilaga anda í gegnum hann og með hans orðum. Í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við syngja sálminúmer 84 og það Ver þú óhræddur. Komið að því að færa fram gjafir til drottins og það 5. október í dag og það fór til barnastarfsins. Hoy vamos a dar una ofrenda para todo lo que se hace para los niños en la iglesia. Now we are having the offering, which is for the children's work in the church.
Kæri Faðir, við þakkum þér fyrir alla það góðu gjafir sem þú gefur okkur og það tækifæri sem við höfum fengið til að gefa til þíns málefnis. Ég biðja að blessa þessar gjafir og margfalda í Jesú nafni. Amen. Ya, þá komið að barnshelguninni. Ahora ha llegado el momento en que vamos a bendecir al niño Alex Daniel. Les quiero pedir a los padres que suban aquí con Alex Daniel y con Christian Ari. Sæl. Ég ætla að byrja þig að vera hérna með mig. Nei, þeim ekki. Ertu með þannig? Hæ. Gleðilegan hvíldardag allsumul. Feliz sábado. Kæri Alex Daniel og kæri Ricardo og Celida. Sí, queridos Ricardo y Celeida y Alex Daniel. Það er mér sönn ánægja að fá tækifæri til þess að taka þátt í þessum degi í lífi Alex Daniels. Me da mucho gusto de poder estar parte de la vida de Alex Daniel en este momento. Þið kannski heyra að ég er ekki alveg 100%. Me pueden escuchar que estoy un poco ronco. Ég hélt kannski ég get ekki verið hér í dag. Pensé que no iba a poder estar aquí el día de hoy, En Guð hefur gert það mögulegt. pero Dios lo hizo posible. Ég held mig í smá fjarlægð, Voy a estar un poco alejado svo ég smita alveg örugglega ekki. para que no vaya yo a contagiarles. En ég mun biðja Vigdís að faðma bara örlítið meira svo að faðmlagið mitt komist líka til skili. Entonces le voy a pedir a Linda que los abrace doblemente por mi parte. En í orðskörunum 22:6 stendur, ertu með spæns? Ya, español. En los proverbios dice, cada kapla, Orðskörunum 22:6 stendur, 22:6. ég les bara hægt og rólega. Fræð þú sveininn veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aún cuando sea viejo no se apartará de él. Foreldrar Alex Daniels hafa óskað eftir því að hann sé helgaður Guði. Los padres de Alex Daniel han venido con la petición de que su hijo sea bendecido ante Dios. Þetta í senn blessun og svo ósk foreldra hans að hann megi feta í þeirra fótspor. Ese es un deseo, una petición de los padres de que él sea bendito y también un deseo de que él siga en el camino de los padres de creer en Dios Og gefa líf sitt til Guðs. y que él dé su vida a Dios. Það svo margt í þessum heimi sem vill gleypa okkur og draga okkur frá hinum himneska föður okkar. Hay muchas cosas en este mundo que nos quiere llevar de lejos de Dios. En líf í Kristi líf í fyllstu gnægð. Pero la vida en Cristo es llena de plenitud, Jafnvel þótt að okkur sé reynt að telja trú það að svo sé ekki. aunque a veces nos tratan de convencer de que así no es. Það að gefa og helga líf sitt Guði besta ákvörðun sem maður getur nokkuð tímann tekið. Es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida de seguir a Dios. Alex Daniel. Alex Daniel. Smá feimur. Hola. Hola. Yo hablo poquito español. Hann talar smá spansku. En ég ætla að fá að Vigdísi til að hjálpa með frekar. Linda le tiene que ayudar, entonces. Foreldrar þínir, þeir elska þig mjög mikið Tus papás te aman mucho, Alex, og vilja þér allt það besta. y te quieren todo lo mejor. Og í dag, Y hoy þá þau að hvetja þig til að kynnast betur og betur Jesú Kristi. te están animando para que llegues a conocer y busques a Jesucristo más y más. Hann skapari himins og jarðar. Él es el creador del mundo, de la tierra y del cielo.
Hann kom til jarðarinnar og greiddi fyrir okkur lausnargjaldið. Vino aquí a la tierra para pagar por nosotros. Hann frelsari þinn og frelsari okkar allra. Él es el que te libera a ti y a todos nosotros. Og það sem meira þá elskar hann þig Y Él te ama svo óendanlega mikið. tanto, Og jafnvel þó sé erfitt að trúa því, jafnvel meira en foreldrar þínir. y aunque es difícil creerlo, te ama más que tus padres. Og hann vill þig líka allt það besta. Y Él quiere todo lo mejor para ti. Það þess vegna sem ég svo gladur að fá að helga þig Guði Por eso me da mucho gusto dedicarte a Dios og fá að biðja sérstaklega fyrir þér og foreldrum þínum hér í dag. y poder orar de una manera muy especial por ti y por tus padres. Í Biblíunni En la Biblia, lét Guð skrifa alveg sérstak orð í 4. Mósebók Dios pidió que se escribiera una palabra muy especial en el libro de Números, í 7. kafla og 24. og 20. versi. en el capítulo 6, versículo 24 al 26. Og þetta eru orð Guðs sem að Aron og prestarnir áttu að nota til að blessa Ísrael með. Y esas son las palabras que Dios le dio a Moisés y a Aarón para que ellos bendijeran a la gente, al pueblo. Og mig langar til að lesa þau fyrir þig Y quiero leer estas palabras para ti og blessa þig með þeim. y bendecirte con eso. Drottinn blessi þig og varveiti þig. El Señor te bendiga y te guarde. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Drottinn uppliti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amen. Amén. Við skulum krjúpa til bænar. Vamos a hincarnos para orar. Þeir sem treystar sig til með að endilega krjúpa með okkur. Kæri himneski faðir, Querido Señor que estás en el cielo, ég bið þess að þú megir blessa Alex Daniel te pido que bendigas a Alex Daniel og leiða hann. y que lo guíes. Að þú megir vaka yfir honum og vendarenglar þínir megi aldrei sleppa hendi þínu. Que tú siempre estés al pendiente de él y que tus ángeles lo estén cuidando. Að megi vaksa í náð þinni Que él pueda crecer en tu gracia og visku þinni. y en tu sabiduría. Að þú megi gefa honum ríkulega af þínum heilaga anda. Que tú le des en abundancia de tu Espíritu Santo. Við byggjum þess að þú megi gera hann að kröftugum verkamanni á þínum akri. Te pido que lo hagas alguien que trabaja diligentemente en tu obra. Að hann megi vera kröftugur vitnisburður kærleika þinn Y que él sea un testigo muy fuerte de tu amor og bráða endurkomu þína. y de que tú pronto vendrás. Kæri faðir, ég bið einnig fyrir foreldrum hans, También quiero orar por sus padres, fyrir Ricardo og Cecilita, o sea, por Ricardo y Celeida. að þú megi blessa þau og varveita, Que tú los bendigas, que los protejas, að þú megi styðja þau í mikilvægasta hlutverki þeirra, que los apoyes en su trabajo más importante. hlutverki sem hefur verið treyst þeim sem foreldrar, Una obra que Dios les ha dado como padres, að þau megi ganga ávallt á þínum vegum que siempre caminen en tus caminos og vera börnum sínum leiðavísir á leið til himins. y que sean un guía para sus hijos en el camino al cielo. Blessa þau með þínum heilaga anda Bendícelos con tu Espíritu Santo, og varveiti þessa fjölskyldu, protégelos a esta familia hvert sem hún fer, a donde vayan allt til efsta dags. hasta que tú regreses. Við biðjum þess í Jesú nafni. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Un abrazo. Felicidades. Gracias. Jæja. Þá komið að barnasálminum okkar, 107.
79. Ahora, niños, vamos a cantar el himno. El himno para los niños. We're going to sing the children's hymn. Mér langar til að segja ykkur sögu Eigum við að hafa þetta á ensku og spænsku líka, en það ekki? Já. Quiero contarles una historia. I want to tell you a story, children. Það var einu sinni maður sem hét Shackleton. Había un hombre que se llamaba Shackleton. There was a man called Shackleton. Hann hét Herra Ernst Shackleton. Se llamaba señor Ernst Shackleton. Já, komdu líka bara nær hér frá hátalarnum, þetta verður betra. Heyrið alveg í mér, krakkar. ¿Me escuchan bien? ¿Le escuchan a él? Hann Shackleton, hann var svona landkönnur, sæfari. Shackleton era alguien que era como, ¿cómo se llama landkönnuður á ensku? Explorer. Era un explorador. He was an explorer. Og hann var að fara með stóran hóp að skoða Suðurskautslandið. Y él iba a ir con un gran grupo a la Antártica para investigar y explorar. He was going to go to the Antarctic to explore the territory there. Og þetta fyrir mörgum árum síðan og þeir voru á risastóru timburskipum. Eso fue hace muchos años y era un barco de madera. They were many years ago that they went, and they were on a boat that was made from wood. Og í Suðurskautslandinu að þá eru svona, hvað heitir það á íslensku? Svona risastórir klakar, risastórir svona ís yfir vatninu. Había como unos icebergs sobre el mar. There was like iceberg all over the sea. En allt í einu og skipið var að sigla og svo festist það á ísnum. Y luego el barco iba navegando y ¿qué es lo que pasó con el barco? Se quedó atorado. And the boat got stuck in the ice. Og skipið var alveg fast, komst ekki neitt. Estaba totalmente atorado. Completely stuck. Og þeir þurftu að fara á litlum bát. Y tenían que irse con una lancha pequeña. They had to go on a very small boat. Til að reyna að ná í hjálp. Para buscar ayuda. To look for help. Og allir sem voru í skipinu, þeir biðu á eyjunni sem heitir Fílaeyjan, Elephant Island. Y todos los que estaban en el barco tenían que esperar en una isla que se llamaba la isla del elefante. And then the other people that were on the boat, they had to wait on an island called Elephant Island. Og það var bara hreint afrek og mildi Guðs að þeir komust, þessir sem voru í litla bátnum, til að reyna að finna hjálp. Y fue un milagro de que lograron ir en esa lancha
tan pequeña a buscar ayuda. Og For þeir it was like a miracle that they were able to go on a small boat to look for help. Og þeir komust á annan stað og þeir gátu fengið nýtt skip og byrðir og gátu fara aftur að leita að mönnunum. Y encontraron otro barco con comida y pudieron ir a buscar a los otros que estaban en la isla del elefante. So they were able to find a boat, find food, and go back and rescue the other people on the elephant island. En fyrst þá var þoka og stormur og ís jakar út allt. Primero había viento, había neblina y también glaciares por todos lados, o sea, ¿cómo se llama? Icebergs por todos lados. There was a lot of icebergs all over, and there was fog, and there was wind. Og veðrið þarna ekkert alltaf gott Y no siempre está bien el clima ahí, og alltaf svolítið kalt, y siempre haciendo frío. kaldar en á Íslandi. Not very nice weather there, and always cold. En allt í einu þá fór þokan De repente desapareció la neblina. Suddenly the fog just disappeared. og Shackleton sá tækifæri til að fara að eyjunni og bjarga mönnunum. Entonces Shackleton vio la oportunidad de entrar a la isla y ayudar a rescatar a todos los hombres que estaban ahí. So Shackleton, he saw an opportunity, the fog went away, and so he could go in and rescue the people. En þetta var svolítið áhætta af því að ísinn gat lokað aftur strax, Pero bara hvenær esto sem era un riesgo porque se podía cerrar otra vez el hielo, entonces se quedarían en el mismo lugar. It was dangerous because the ice could also have blocked them and kept them in. Þeir sigldu að eyjunni Ellos navegaron a la isla, they sailed to the island, allir hoppuðu borð í skipið todos brincaron al barco, they all hopped aboard, og skipið sigldi eins fljótt út aftur og þau gátu. y luego salió rápido otra vez, and then it went fast out, Og þau komust rétt út áður en að ísinn lokaði aftur. and they hardly could go out, and then the ice just closed. Og the hann var sea. bara hálftíma að fara inn, út og aftur farin. Y apenas cuando habían salido, todo el hielo cerró y habían tenido simplemente media hora para hacer esto. Ida y regresar. They only had half an hour to do this. Þetta tókst. Sí se logró. En allt í einu fór Shackleton að hugsa, Yes, they were able to do this, but then Shackleton started to think. Shackleton empezó a pensar og hann spurði einn ungan sjófara, y preguntó a uno de los navegantes, and he asked one of the ¿Quién se llama sjófari? one of the Sailor. sailor, já. One of the sailors, yeah. Hvernig gerist það að þið voru allir tilbúnir bara leið og ég kom? ¿Cómo es que todos estaban listos en el momento en que yo llegué? How was it that you knew you were all ready when I arrived? Af því að þeir stóðu allir á ströndinni tilbúin þegar hann kom. Porque todos estaban parados en la playa cuando él vino con el barco, because all were standing at the shore when the boat came in. Og sá sem að bjarga hann sagði við Shackleton, Entonces el navegante le dijo a Shackleton, entonces so the sailor said to Shackleton, herra, þú sagðir að þú myndir koma og sækja okkur. Señor, tú dijiste que venías por nosotros. Sir, you said that you would come for us. Svo við gáðumst aldrei upp. Entonces nunca nos rendimos. We never gave up. Og í hvert skipti sem við sáum að sjórinn opnaðist aðeins í ísnum, Cada vez que veíamos que se abría un poquito el hielo, when we saw that the ice was a little bit opening and moving of the sea, þá rúlluðu upp svefnpokanum entonces juntábamos nuestro sleeping, we would pick up our sleeping bag, og pökkuðum öllu niður y poníamos todo en su lugar, y empacamos todo, we packed everything, og sögðu, kannski kemur Shackleton í dag.
y dijeron, tal vez viene Shackleton hoy. Maybe Shackleton will come today, they would say. Þannig að við vorum alltaf tilbúnir. Así que siempre estábamos listos. We were always ready. Og af hverju var það svo mikilvægt að þeir voru tilbúnir þegar Shackleton ¿Y kom? por qué era tan importante que estuvieran listos cuando Shackleton vino? Why was it so important that they would be ready when Shackleton came? Því ef þið hefði ekki verið tilbúnir, Si no hubieran estado listos, if they were not ready, hvað segir þið? Það hefði lokast inni. el hielo los hubiera encerrado. Það hefði tekið lengri tíma að setja allir í bátinn. Then the ice would have closed them in. Hubiera tomado más tarde todos entrar al barco. En It að would því have taken longer time for them to go on board. allir voru tilbúnir, Pero porque todos estaban listos, because everyone was ready, þá gæti Shackleton bjargaði öllum. Shackleton pudo salvar a todos. Shackleton, he was able to save them all. Jesú búinn að segja við okkur Jesús nos ha dicho, Jesus has said, að hann komi aftur að sækja okkur. que viene ya pronto por nosotros. He is going to come very soon back. Og hann miklu áræðanlegri heldur en Shackleton. Y podemos confiar mucho más en él que en Shackleton. We can have confidence in él more than in Shackleton. Hann mun koma Y vendrá. og hann ætlar að sækja okkur. He is coming y nos va a recoger. He's Eigum coming við for us. að biðja Guð að hjálpa okkur að vera tilbúin þegar hann kemur? Vamos a orar para que nosotros estemos listos cuando Jesús viene. Shall we pray so we can about being ready when he comes? Eigum við að spenna greipar saman, stórir og litlir? Vamos. Góði Guð, Querido Dios, dear Father, vertu með okkur. por favor, estate con nosotros. Please be with us. Hjálpaðu okkur. Ayúdanos, help us. Hjálpa okkur að vera tilbúin þegar þú kemur. Ayúdanos a estar listos cuando tú regresas. Help us to be ready when you come back. Vertu með okkur og öllum hér inni. Estate con nosotros todos aquí adentro. Please be with all of us that are here. Og við biðjum þess í Jesú nafni. We pray in the name of Jesus Christ. Oramos eso en el nombre de Cristo Jesús. Og segjum Amen. 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 Takk kærlega, krakkar. Gracias, niños. Thank you very much. Those of you that speak English, we have an English translation at the back. There are some headphones and translation system that you can go and pick up. Ég bið ykkur aftur gleðilegan hvíldardag. Feliz sábado. Það kannski einhver ykkar farið að grunna hvað ég vil tala í dag. Tal vez algunos de ustedes ya están sospechando de cuál es el tema del sermón del día de hoy. Það eitthvað sem að við vitum öll af Es algo que nosotros sabemos og það eitthvað sem meira að segja í nafni aðventista. y sabemos que también está en el nombre de esta iglesia de los adventistas. En stundum erum við eins og menn Shackleton á eyjunni Pero a veces somos como los hombres de Shackleton en la isla og við förum að efast að hann komi. y pensamos tal vez no vendrá. Það hefur örugglega verið einhverjir efasemda menn á eyjunni. Seguramente había algunos en la isla que pensaban, que dudaban de que venía. En þegar kalli kom, Pero cuando vino el llamado, þá treystu þeir Shackleton, herra sínum. confiaban en Shackleton, su señor, Að hann myndi leggja allt í sölunar que él daría todo til að koma og sækja þá. para venir a recogerlos. Það einn af hornsteinum trúar okkar, það endurkoma Krists.
Esa es una de las bases de nuestra fe, la venida de Jesucristo. Hann hefur lofað okkur því að hann komi aftur. Él ha prometido que ya viene pronto de regreso. Ég heyrði eins og sögu af manni sem að sá til sölu veðurmælingatæki. Una vez supe de un hombre que vio que había a la venta una máquina como para Barómeter. Loftþyngdarmælir. meteorólogo, pero es una máquina que muestra la bajada o la subida de la presión. Hann hefði alltaf langað í slíkt tæki og ákvað því að panta tækið. Siempre había querido un instrumento así, y entonces lo compró. Og nú loksins kemur dagurinn þegar hann fær tækið sent. Y por fin llegó el día en que lo recibe en el correo. Maðurinn fór glaður og sótti pakka sinn á posthúsið. Y fue feliz al correo para recoger su paquete. Hann tók upp tækið og hengdi það upp. Lo agarró, lo colgó en la pared en su casa. Svo kíkti hann á það örlítið seinna. Luego lo vio después de un rato Það var eitthvað skrítið. que estaba algo mal, Því að nálinn benti beint á fellibyl. porque la aguja mostraba que iba a haber una tormenta. Maðurinn var eiginlega bara svolítið pirraður. Y el hombre estaba bastante molesto. Hann hristi mælirinn. Lo estaba como agitando el medidor, En barómetro, el en barómetro, samt virkaði hann ekki. pero no funcionaba. Hann prófaði að hrista hann ennþá meira. Y agitaba el barómetro todavía más, En hann var ennþá bilaður. no funcionaba. Nálinn vísaði alltaf beint á fellibyl. Siempre mostraba la aguja a una tormenta Hann var mjög ósáttur. y estaba muy descontento. Hann hefði fengið gallaðan mæli. Le habían dado un barómetro que no estaba funcionando. Svo hann fer á pósthúsið aftur Entonces fue al correo de regreso til að skila þessu tæki sem var gallað. para regresar el barómetro que no estaba funcionando. En á meðan hann var á pósthúsinu Pero mientras que estaba en el correo, kom fyrsti fellibylur í manna minnum á svæðinu. vino la primera tormenta que había caído en este área. Hann gat varla trúa sínum eigin augum. No lo podía creer. Tæki var þá ekkert gallað eftir allt. Entonces, después de todo, estaba funcionando bien. Það var ekki algengt að kemur fellibylar á svæðinu þar sem hann bjó, No era muy común que cayeran tormentas ahí, en mælitækið, það vissi betur. pero el barómetro sí sabía. Stundum freistum við til þess að halda að þessar leiðbeiningar A veces tenemos la tentación de pensar que estas instrucciones séu kannski ekki alveg réttar. no están completamente correctas. En við lesum og Guð segir það mjög skýrt við okkur. Pero leemos y Dios nos dice claramente, Sjá, ég kem skjótt. mira, yo vengo pronto. En við skulum lúta höfði áður en við rannsökum reikningana frekar. Vamos a orar antes de que seguimos Þetta fallega boðor loford Guðs. sobre esta promesa tan bella de Dios. Kæri himneski Faðir, Querido Padre que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir það að þú hefur gefið okkur mælitæki, te damos gracias porque nos has dado el medidor, að þú hefur gefið okkur reikningu þína, la palabra de Dios, að þú hefur hjálpað og gefið okkur þetta dásamlega loford, y nos has dado esta promesa tan maravillosa, að þú komir aftur að sækja okkur, que tú vas a regresar pronto a recogernos að þú skapir heiminn að nýju. y que tú vas a recrear este mundo. Kæri Faðir, við biðjum þig að vera með okkur í dag, Querido Padre, yo quiero pedirte que estés con nosotros el día de hoy, öllum þeim sem eru hér með okkur hér í dag a todos los que están aquí el día de hoy, og þeim sem ekki gáttu komist af einhverjum ástæðum. y todos los que no pudieron venir por una razón u otra. Og ég biðja einnig sérstaklega fyrir þeim sem horfa á okkur á netinu. Y también quiero orar por los que están mirando en el internet, a través del internet. Við biðjum þig að gefa okkur þinn heilagan anda, Te quiero pedir que nos des de tu Espíritu Santo, að hann megi tala til okkar que nos hable og vera með okkur. y que esté con nosotros. Í Jesú nafni, En el nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 4. versi,
Si leemos en 2 de Pedro 3:4, sem Vigdís las fyrir okkur áðan, stendur: que yo leí hace rato, Hvað verður úr fyrirheitunum komu hans? Því síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama, eins og frá upphafi veraldar. ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Oft í gegnum tíðina hafa menn stigið upp og farið með þessi orð. Muchas veces gente ha dicho eso. Í raun er þetta það sama og sagt við Nóa á sínum tíma. Es realmente lo mismo que le dijeron a Noé en su tiempo. Nói, látt ekki svona. Noé, no te comportes así. Það kemur ekkert flóð. No viene ningún diluvio. Það rignir ekki eins og hérna. Ni siquiera está lloviendo, nunca llueve. Okkur mannfólkinu hætti til að hugsa eins og illi þjónin. Nosotros los humanos tendemos a pensar como el mal sirviente Sem sagði með sér húsbóndanum senkar. que dijo a sí mismo, mi amo se retrasa. Og þá skeytti hann engum skyldur sínar og hvað þá aðra í kringum sig. Y así no se estaba preocupando por sus deberes y no se estaba tampoco preocupándose por los demás que estaban alrededor de él. En að því að við erum í öðru Pétursbréfi, þá skulum við lesa 9. versið líka. Pero ya que estamos en 2 de Pedro capítulo 3, vamos a ir al versículo 9. En þar stendur: Y ahí dice, Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álíti það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður, þar hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til iðrunar. el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En hvaða þýðingu hefur endurkoma Krists fyrir mig og hvaða þýðingu hefur hún fyrir þig? ¿Cuál es el significado de la venida de Cristo para mí y para ti? Sumir hugsa til þeirra þrengingar sem ritingan talar að komi áður. Algunos piensan en las dificultades que van a suceder antes de su venida. Sumir hugsa dóminn og sinn eigin ófullkomleika. Algunos piensan en el juicio y en su falta de ser perfectos. Aðrir hugsa til þess verk sem okkur var falið áður en að Kristur kemur tilbaka. Otros piensan en la obra que Dios nos ha dado antes de que Él venga. Eflaust einhverjir sem leiða hugan að hinni nýju jörð og hinum nýja himni. Algunos piensan en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Heim þar sem horfin syndin og harmur og neyð og sorg. En el mundo donde se ha desaparecido la tristeza y el sufrimiento. Flettum yfir í Jóhannesarguðspjall 14. kapla. Vamos al Juan 14. 1. til 3. vers. Versículo 1 al 3. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og ég hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo þér séu einnig þar sem ég er. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Hjarta yðar skelfist ekki. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Hjarta yðar skelfist ekki. No se turbe vuestro corazón. Guð vill að við séum þar sem hann er. Dios quiere que nosotros estemos donde Él está. En hversu oft hugsum við út í endurkomu Krists? Pero que tantas veces pensamos en la venida, en el regreso de Jesús. Hversu oft lesum við það hvernig himnaríki verður og hið eilífa líf með frelsara okkar? ¿Cuántas veces leemos cómo va a ser la vida eterna con nuestro Salvador? Jesús lagði líf sitt í sölunar til þess að sætta okkur mannfólkið við himinin. Jesús dio su vida para que nosotros estemos contentos y hayamos reconciliado con el cielo.
Og það í raun fagnar erindið í hnotskurn. Esto es la buena nueva. Hann myndi okkur á í orði og í gjörðum að hugsa til himinsins, Él nos acordó con palabras y acciones de que debemos pensar en el cielo, en að fylla ekki hugan eingöngu af veraldlegum málum. no llenar la cabeza de cosas mundanas. Komum með mér í Mattheusar Guðspjall, 7. kapla, Vamos a Mateo 6, Mattheus 7. kapla, vers 19-21. 19 al 21. Og þar stendur: Safniður ekki farsjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir, og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð, og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hverjir eru þessi fjársjóðir sem Hvað? maður getur safnað á himnum? ¿Cuáles son estos tesoros que uno puede acumular en el cielo? Höfum við rannsakað hvað fólkið í þeim fjársjóðum? Hemos estudiado cuáles son estos tesoros, Eða erum við of upptekin af fjársjóðum og truflunum þessa heims? o estamos muy ocupados y preocupados por tesoros aquí en este mundo. Leiðum við hugan að himninum og undraverði sköpun Guðs? Estamos pensando en el cielo y en la maravillosa creación de Dios. Við lesum að Ásjón og Móse hafði ljómað eftir að hafa verið á fjallinu með Guði. Hemos leído que cuando Moisés había estado con Dios en el monte, regresando su rostro iluminaba. Og við lesum líka í Opinberunarbókinni 21. kapla Í þegar bæ- allt hefur verið skapað að nýju. O podemos leer en Apocalipsis 21, cuando todo ha sido recreado. Og ef þið eru með Biblíu þá ætla ég að biðja ykkur að flétta með mér þar. Si tienen una Biblia, les recomiendo que lean junto conmigo. Hvort sem við erum með eintak eða með í símanum. Tengan una Biblia física o en el teléfono. Því að þetta eru alveg ótrúlega falleg orð. Son palabras muy bellas. Að ekki bara, ég les eitt vers og skiptust á. Ya. Ég ætla að lesa fyrst vers 1-5. Vamos a primero leer capítulo 21, versículo 1 al 5. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því hinn fyrri himinn og hið fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu en sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl framar til, hið fyrra farið. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir: Rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. Y Él que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Þessi heimur hefur ekkert að bjóða
sem að gæti komist í hálskvist við það sem að hér lýst. Este mundo no da realmente nada a comparación a lo que aquí está descrito. Það er því alveg mjög eðlilegt að hlakka til, að tilhlökkun eftir himnaríki því mjög eðlileg. Por eso es tan natural tener una anticipación de que venga el cielo. Lesum aðeins meira þessa nýju Jerúsalem. Vamos a leer un poquito más sobre esa nueva Jerusalén. Stökkum niður í vers 11. Vamos al versículo 11. Hún hafði dýrð Guðs, ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem japirsteinn kristalskær. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Á móti austri voru 3 hlið, á móti norðri 3 hlið, á móti suðri 3 hlið og á móti vestri 3 hlið. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Þetta gríðarlega stór borg Es una ciudad muy grande, sem ljómar eins og Guð. que tiene la gloria de Dios. Og við lesum í 23. versi. Y si vamos al versículo 23, Og borgin þarf heldur ekki sólar við eða tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guðs skín á hana og lampið lampi hennar. la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Í bókinni Early Writings, fyrstu rit, Si vamos al libro Escritos Tempranos, lýsir Ellen White upplifun sín þegar hún fekk að sjá endurkomu Kristi í skýjunum. donde describe Elena de White una visión que vio cuando vio a que Jesús viniera en las nubes de regreso. Og einnig fekk hún að sjá þau himnesku híbýli sem búin okkur. También le dieron oportunidad de ver las viviendas que Dios está preparando para nosotros. Hún tíndi blóm Recogió una flor sem myndi aldrei visna. que nunca iba a morir. Eftir að skoða sig spyr Ellen Krist hvort að hún megi borða af lífsins tré. Cuando Elena de White le preguntó a, Krist. preguntó a Cristo que si podía comer del árbol de la vida, Og blíðlegt svar hans var, y su respuesta de mucho amor era, ekki strax. todavía no. Þeir sem borða af ávexti þessa lands fara ekki aftur til jarðarinnar. Los que comen esa fruta no regresan a la tierra. En eftir stutta stund, sé þú trúföst, munt þú eta af bæði ávexti af lífsins tré og drekka vatn úr lífsins lind. Pero los que, getur þú lesið þetta aftur og skipti í tvennt? Já. Él le contestó, los que comen de esa fruta de este país no regresan a la tierra, pero después de un rato, si tú eres fiel, comerás el fruto de este árbol de la vida y también vas a beber agua del agua de la vida. Henni sagt það að hún þurfi að snúa tilbaka en Le eftir comunicó stutta stund. le comunicó que tenía que regresarse a la tierra, pero después de un rato, después de poco tiempo, Og Kristus segir við hana, iba a poder regresar. Y Cristo le dijo, þú verður að fara tilbaka til jarðarinnar tienes que regresar a la tierra til að segja öðrum frá því sem ég hef opinberað þér. para decir y comunicarle a los demás lo que yo te he comunicado. Því næst tók engillinn hana aftur til jarðarinnar, Próximamente el ángel la llevó de regreso a la tierra, eða eins og hún orðaði til myrkru jarðarinnar. o como ella lo describía, a la tierra oscura. Hún hafði séð fyrirheitna landið Ella había visto la tierra prometida og eftirvæntingin eftir því sem betra var y la anticipación de lo que era mejor stundum til þess að hún gat varla verið hér lengur.
A veces hacía sentir que con trabajo podía quedarse aquí más, því að hún hafði séð betra land. porque ella había visto una tierra mejor. Á ensku hefur þessum skrifum verið gerð betri skil með því að festa það í söng. Esas palabras se ha hecho en inglés una canción. En hún endar málsgrein á því að óska þess Ella terminó su relato con el deseo að hún hefði vængi eins og dúfa de que ella tuviera alas como la paloma til að fljúga þangað og njóta þess að vera þar. para poder volar para allá y poder disfrutar de estar allá. Það þetta himnaríki. Ese es el cielo que está mencionado. Það þetta fyrirheitna land. Esta es la tierra prometida, Þar sem hvorki harmur, né vein, né kvöl. donde no hay tristeza y no hay sufrimiento. Guð hefur alltaf haft okkar bestu hagsmuni að leiðarljósi. Dios siempre tiene nuestro bien siempre para adelante. Satan hefur hins vegar frá örófi alda unnið að því að halda henni gagnstæða fram. Pero Satanás a través de los siglos ha dicho lo opuesto. Hann hefur reitt sömu leganar aftur og aftur til mannkynsins. Siempre nos está diciendo la misma mentira una vez y otra vez. Sömu legar og hann fór með í Edengarðinum forðum. La misma mentira que dijo en el jardín de Edén. Megin þema þessara lega er að lögmál Guðs sé ekki bara hindrandi og óréttlátt, El tema de estas mentiras son que su ley es injusta, heldur að það sé beinlínis til þess að halda okkur niður frá sönnum hæfileikum. y no solo eso, sino también para evitar que nosotros podamos usar nuestros talentos al máximo. Satan, hann hefur reynt að læða inn vafa góðmennsku Guðs. Satanás ha tratado de meter una duda sobre el amor que Dios tiene por nosotros. Hann reynir að slíta okkur frá Guði með gylliboðum, Trata de alejarnos de Dios ofreciéndonos cosas que nos parecen buenas. og þegar honum tekst það, þá gera hann allt hvað hann getur til að halda okkur frá Guði. Y cuando lo logra, trata siempre de alejarnos de Dios lo más que pueda. Hann gerir það meðal annars með því að telja okkur trú það að við séum farin of langt. Por ejemplo, nos hace pensar que hemos llegado demasiado lejos de Dios. Eða að reyna að láta okkur hugsa að Guð geti ekki fyrirgefið þessi svik eða þessa synd. O hacer que pensemos que Dios no puede perdonar este pecado o esta traición. En hvernig tengist þetta endurkominni? Pero ¿cómo se conexiona esto con el regreso de Jesús? Jú, því að það eru gleðileg tíðindi að Kristur er að koma tilbaka. Sí, porque es una buena nueva que viene Jesús de regreso. Það fagnaðar erindið. Es algo de felicidad. Þetta á það til að falla stundum og hverfa bak við aðra hluti. Esto tiende a caer atrás de todo lo demás. Dagsins amstur getur verið einn af þessum hlutum sem að fagnaðarendi hverfur bak við. La vida cotidiana a veces opaca este mensaje. En oft það líka þessi hluti sem ég nefndi áðan. Y muchas veces lo que mencioné hace rato, Þeir eru meðvitað eigin ófullkomleika. eso de sentir qué tan imperfectos somos, Við erum hrædd við dóm Guðs. tememos el juicio de Dios, Eða við óttumst þær þrengingar sem koma eiga á loka tímum. tememos las dificultades que vienen antes de que regrese Jesús. En ég spyr ykkur hér í dag, Pero quiero preguntarles el día de hoy, þurfum við að kvíða komu Krists? ¿tenemos que tener preocupación por la venida de Jesús? Nei, alls ekki. No, para nada, Alls ekki. para nada. Við ættum að undirbúa okkur fyrir komu hans með eftirvæntingu. Deberíamos estar preparando para su venida con anticipación. Því að þrátt fyrir ófullkomleika minn og þrátt fyrir ófullkomleika þinn, Porque aunque yo sea imperfecto y tú también, að þá kom Kristur til að frelsa hið fallna mannkyn. Cristo vino aquí para salvar lo caído. Ég veit það eru sumir sem halda kannski að þeir séu syndlausir, Sé que algunos piensan que son sin pecado,
En í Rómverjabréfinu 3. kapla og 23. og 24. versi, Pero si vamos a Romanos 3, ¿cuál vers er det? 3. kapla og vers 23 og 24, Versículo 23 y 24. lesum við að við erum öll í sama bátnum. Ahí leemos que todos estamos en el mismo barco. Þar stendur, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Ahí dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Við þurfum kannski stanslaust að rifja upp loforð Guðs endurlausn, Tenemos que recordar constantemente las promesas de Dios. en við lesum líka í 1. Jóhannesarbréfi, Si vamos a 1 de Juan, í 1. kapla og 9. versi, primer capítulo y versículo 9, en þar kemur fram skýrt loforð sem við getum gert tilkall til. hay otra promesa ahí que podemos reclamar. Ef vér játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndinar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Þess vegna þurfum við ekki að örvænta komu Krists. Por eso no tenemos que preocuparnos de la venida de Cristo. Hann dó fyrir okkur á meðan við vorum enn í synd Él murió por nosotros mientras que éramos pecadores. og hann gaf líf sitt einmitt til þess Y Él dio su vida precisamente para eso. að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Para que cada quien lo crea no se perezca, sino tenga una vida eterna. Það er með þessari vitneskju sem við komum fram og nálgumst náðastól Krists Con ese conocimiento venimos al trono de Dios og við tökum á móti fyrirgefningu hans. y recibimos su perdón. Dómnum þurfum við ekki heldur að kvíða, Y el juicio tampoco tenemos que preocuparnos de eso, því að við höfum besta lögmann sem að nokkuð tíman hefur uppi verið. porque tenemos la mejor ley que jamás ha existido, Því að lögfræðingurinn okkar er engin annar en sjálfur Jesú Kristur. porque nuestro abogado es Cristo mismo. Förum í 2. kapla Jóhannesarbréfsins Vamos al segundo capítulo en 1 de Juan. og lesum þar saman vers 1 og 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Börn mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que os no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ég heyri það á spænskunni, þá segir það bókstaflega lögmaður, avocado, Ajá. En español dice literalmente abogado. en á íslensku stendur árnaða maður. Usan otra palabra en islandés que es como el que quiere dar benevolencia, En það er einmitt líka lögfræðingur, pero eso también significa abogado defensor, málsvari fyrir okkur. el que quiere hablar por nuestra parte. En hann er ekki bara árnaða maður okkar, No solamente es nuestro abogado, við lesum í öðru versi, hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorasyndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. leemos también en el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Já, en hvað með þrengingarnar? Pero, ¿qué tal las dificultades antes de su venida? Hvað með allar lífsins truflanirnar ¿O qué tal todos los problemas en la vida og blekkingarnar? y las decepciones? Við þurfum að treysta á Guð. Tenemos que confiar en Dios, Við þurfum að treysta á orð hans. tenemos que confiar en su palabra, Við þurfum að vera stöðug í bæn tenemos que estar constantemente en oración og biðja heilagan anda að hann leiði okkur. y pedir que nos guíe con el Espíritu Santo. Við
Við þurfum að taka jákvæðar ákvarðanir á hverjum degi Tenemos que tomar decisiones positivas cada día og við þurfum að segja öðrum frá. y tenemos que contarle a los demás. Ellen White, hún reyndi að minnast ófara sinna og allra rauna, eins erfiðar og raunverulegar þær voru á meðan því stóð, þá var það ekkert í samanburði við himinn og þá gleði og frið sem hann veitti. Þetta já, ég ætti að vera með ensku. Bueno, Já, nei, hér. entonces Elena de White trató de recordar todos los problemas que tuvo, pero todos los problemas que había tenido y tan reales que eran, mientras que estaban pasando en su vida, no eran nada a comparación del cielo y a comparación de la felicidad y el paz que había recibido en el cielo. Og hún sagði að himinin nægilega ódýr. Y dijo que el cielo es suficiente barato, o sea, valía la pena todos los sufrimientos. Allar þær raunir sem við kunnum að mæta, Todos los problemas que nos encontramos en la vida munu blikna í samanburði við himinin. se opacan al lado de la felicidad del cielo. Sumir hafa áhyggjur af hinu mikla verki sem framundan. Algunos se preocupan por tanta obra que tenemos que hacer antes de su venida. Verki sem við kölluð til að segja öðrum frá honum. La obra que hemos sido llamados para llevar a otros a Él. En ég held við vitum það ef við leifum Guði að leiða okkur, Pero seguramente sabemos que si dejamos que Jesús nos guía og styrkja okkur, y que nos dé fortaleza, þá kemur það að sjálfum sér að segja öðrum frá. va a venir automáticamente que vamos a describir a Jesucristo para otros. Ég sé að tíminn að vera kominn. Veo que el tiempo se está acabando. Mér langar til að minna ykkur á Quiero recordarles mennina hans Shackleton. a los hombres del Shackleton. Ímyndaðu ykkur að þið séuð á Fílaeyjunni. Imagínense que ustedes están en la isla del elefante. Það allt hvítt í snjó og ís. Todo está blanco por hielo y nieve, En Shackleton búinn að segja pero Shackleton ha dicho að hann komi aftur að sækja þig. que va a venir por ustedes. Shackleton hefði alltaf staðið við orð sín. Shackleton siempre había cumplido su palabra. Alltaf komið vel fram við sína áhöfn. Siempre había tratado bien a los navegantes Þau treystu honum 100% y confiaban en él 100%. og þannig að hverjum einasta degi Así que cada día, að þeir sáu að ísinn rofaði til, cuando veían que el hielo se estaba abriendo un poco, þá tóku þessu til recogían, empezaban a recoger og voru undirbúnir komu hans. y estaban listos por su venida. Hvað getum við gert? ¿Qué podemos hacer nosotros? Eitthvað sem heldur aftur af þér? ¿Hay algo que te está evitando a que te prepares? Í Postulasögunni 22. kafla og 16. versi stendur, Si vamos a Hechos Postulasögunni 22. kafli og 16. vers, 22:16. Hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Við þurfum að lifa lífinu á hverjum degi í samræmi við okkar væntingu komu hans. Tenemos que vivir nuestra vida en esperanza a que Él ya viene pronto. Verum tilbúin því að björgunin komi. Hay que estar listos porque ya viene pronto a salvarnos. Og við gerum það með því að gefast Guði á hverjum degi. Y eso lo hacemos dando nuestra vida a Dios diario. Mælitækin, barómetrinn, El parómetro bendir til þess að hann að koma. está mostrando que ya viene pronto. Loftvåg á íslensku. Loftvog. Loftvåg. Já. Me lo sé en islandés. Parómetro.
mælitækin, það allt sem segir okkur að hann komi brátt. El barómetro está mostrándonos que ya viene pronto. Og í öðru Korinthubréfi 7. kafla og öðru versi, Vamos a 2 de Corintios, sem verður síðasta versi sem við lesum saman í dag. aquí va a ser el último versículo que leemos el día de hoy. ¿Cuál capla? 2. Korinthubréf 7. kafli og annað vers. 6:2. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyri ég þig, á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tím, nú hjálpræðisdagur. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Amen. Amén. Á ég að nota þennan mikrofón? Já, ég ger það bara. Nú ætlum við að syngja salmi númer 359, Þér Jesús hef ég heitið. Vamos a cantar el último himno.
biðja ykkur að rísa á fætur. Ég ætla að fara með stuttabæn og lesa síðan úr Júdasarbréfi blessunarorðin. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það undursamlega loforð að þú komir senn aftur að sækja okkur. Querido Señor, te damos gracias por esa maravillosa promesa que nos has dado de que vas a regresar por nosotros. Við biðjum þig þinn heilagan anda að hann með undirbúa hjörtu okkar. Te pido por tu Espíritu Santo que nos prepare, Að við megum gefast þér á degi hverjum. que nos entreguemos a ti cada día, Að við megum lifa lífinu í samræmi við þitt orð. que vivamos la vida según tu palabra. Og þegar okkur verður á, Y cuando hacemos algún error, að við megum iðrast og biðjast fyrirgefningar. ayúdanos a arrepentirnos y pedir perdón. Og vera þess fullviss Y estar seguros að þú fyrirgefur que tú nos perdonas og þú gefur eilíft líf. y que tú nos das la vida eterna. Kæri Faðir, ég bið sérstaklega fyrir hverjum og einum sem hér Yo quiero pedir por cada uno de nosotros que estamos aquí og að hugsa að gefa Guði líf sitt. y si está pensando en darle a ti su vida. Það besta ákvörðun sem maður getur tekið. Esa es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida. Guð blessi þig og sé með þér. Que Dios esté contigo y que te bendiga. Ég bið fyrir vinum og kærum, bræðrum og systrum Yo quiero orar también por amigos y queridos hermanos y hermanas sem hafa nú þegar verið send aftur que han tenido que regresarse de este país a su país de origen, til Venezuela eða eru verða bráðlega send þangað. a Venezuela o tienen tal vez alguna fecha para regresar. Ég bið þig að vera með þessum kæru bræðrum og systrum okkar. Yo quiero orar por estos queridos hermanos nuestros. Að verndarenglar þínir séu með þeim og alveg sérstakan hátt. Que tus ángeles de protección los proteja de una manera muy especial. Og þau og við öll megum finna fyrir nærveru þinni. Que ellos y nosotros todos podemos sentir que tú estás con nosotros y ellos. Við biðjum þess og lesum blessunarorðin. Con esta oración vamos a leer la bendición. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta þau koma fram fyrir dýrð sína lítalausu fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottin vor sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Já, þá er komið að til